Byrjaði að biðja fyrir fundinum, bjóð ykkur hjartalega velkomin. Hjá Drottni bara þakka ég fyrir alla þá sem að taka þátt hérna með okkur í kvöld á þessum fundi. Ég þakka ég fyrir að andi lækningar hérna yfir, andi lausnar og að þú ert með okkur hér í kvöld. Ég þakka ég fyrir að þinn vilji verði í hjörtum okkar hérna og í hug okkar og í sál okkar. Og að það þú sem að leiðir þennan fund, það þú sem að talar í gegnum mig, það þú sem að leiðir hugleiðslubænina í lokin og ég þakka þér fyrir að þú ætlar að vinna eitthvað stórkostlegt verk í hjörtum okkar hérna í kvöld í hugleiðslubænina á eftir, í Jesú nafni. Amen. 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 Verið hjartalega velkomin, gott að sjá okkur. Ég heiti Sara Pálsdóttir og hérna hjá mér Einar Gautur, maðurinn minn. Og við ætlum að vera með fund í kvöld sem að ber yfirskriftina frelsi frá einmanaleika og hræðslu. Og það ástæða fyrir við erum að blanda þessu tvennu saman og ég trúi því að það sé algjörlega leitt af Guði. Og það svo mikilvægt að átta sig á því þegar við erum að tala einmanaleika og annars vegar og hins vegar hræðslu. Þetta ekki sami hluturinn en þetta nátengt og skylt. Að ef við spyrjum okkur bara þessara einföldu spurningar, hvað einmanaleiki og hvað hræðsla? Og svari að einmanaleiki og hræðsla eru tilfinningar. Þetta eru tilfinningar. Og tilfinningar eru orka eða kraftur eða máttur. Og við finnum fyrir þessari orku eða þessum krafti sem að tilfinningar okkar eru þegar við erum að finna fyrir þessum tilteknu tilfinningum. Og tilfinningar eru alls konar og margvíslegar, meðal annars hræðsla og einmanaleiki. Og það kemur fram í Biblíunni að við lifum í ekki bara þessum efnislega heimi, þessum sýnilega heimi, heldur lifum við líka í heimi sem kallar hinn ósýnilegi heimur. Eða sumir kallar það andaheimin, ég kallar það orkuheim. Og þessi ósýnilegi heimur, í honum allt orka, kraftur, máttur. Og vísindin hafa staðfest það sem Biblían hefur kennt í öll þessi ár að allt orka og allt sem til skapað úr orku. Þegar Guð skapaði heiminn, þá skapaði hann heiminn með því að tala. Og orð Guðs ofboðslega kröftugt og máttugt og mikil og sterk kröftug orka eða máttur eða vald, hvað orð sem þið kallið, kjósið að nota yfir þetta. Þannig að Guð skapaði heiminn með orðu sínu og tilfinningar okkar orka sem að við sjálf sköpum innan með okkur með því hverju við trúum, hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja. Og á undan hugsunin okkar, og hugsun okkar líka orka eða kraftur, á undan orðinu sem kemur út úr munnunum okkar trú. Það einhver trú í hjartan okkar, eitthvað sem við trúum. Og þá ég ekki bara að tala um það að trúa á Guð og trúa á Jesú, heldur bara hverju trúi ég í mínu hjarta það sem að skapar annars vegar hugsanir mínar og það það sem að skapar tilfinningar mínar eða hvernig mér líður. Og Guð trú og allt í þessari veröld til fyrir trú eða vantrú. Það líka til vantrú og það sem við ætlum að skoða aðeins betur og hvernig við skilgreinum það. Og það segir í orðskviðunum, það mjög merkilegt vers þar, í 25. kafla, 28. vers, eins og opin borg, án borgarmúra, sá maður sem hefur ekki stjórn á skapi sínu. Og þarna verið að tala að þegar að við sem manneskjur höfum ekki stjórn á okkar eigin skapi, það að segja tilfinningum okkar, skapi okkar tilfinningar okkar, þá erum við eins og opin borg án borgarmúra. Við erum algjörlega varnarlaus. Við erum varnarlaus. Og hvað margir hérna inni sem hafa ekki mist stjórn á skapinu sínu? Kannski einu sinni eða tvisvar. Við þekkjum það öll. En eftir því sem við þroskust og göngum með Guði og leyfum honum að móta okkur að vinna í hjarta okkar, þá gerist það sjaldnar og sjaldnar og við verðum tilfinningarlega heilbrigðari og stöðugri, en við þurfum líka að gera okkar part. Við getum ekki bara setið og sagt, Guð, gerð þú allt, þú veist,
hann er búinn að vinna verkið þegar hann dó á krossi, tók á sig alla syndir, alla sársauka, alla þjáningu, en okkar partur er að vinna með Guði og trúa. Okkar partur er að trúa. Og við getum ekki fengið aðgang að öllu því stórkostlega sem Guð vill gefa okkur nema í gegnum trú, með því að trúa. Og einmanaleiki og hræðsla eru tilfinningar, en þannig Guð að segja við okkur í gegnum orðskviðina: þú hefur vald yfir þínum tilfinningum. Þú getur stjórnað þínu skapi. Þú hefur vald yfir svo Guð gefur okkur sjálfsaga. Og við erum að beita þessum sjálfsaga í trú. Mér langar að segja bara mjög stuttlega frá minni svona eigin reynslu af einmanaleika og hræðslu, og ég glímdi náttúrulega við ofboðslega mikla kvíðaröskun hérna áður fyrr. Og þegar ég var í háskólanámi og ég flutti til Hollands og var þar að læra þjóðarétt og Evrópurétt og var þar í nokkur ár, og allan þann tíma sem ég var þar úti þá upplifði ég svo ofboðslega mikinn einmanaleika. Ég var svo rosalega einmana, mér fannst ég alltaf vera alein, ég var ofboðslega veik, bæði með átröskun og svo líka þennan ofboðslega erfiða fíknisjúkdóm, og mér fannst ég bara vera ein, ég gæti ekki tala við neitt, ég var alltaf með grímu að fela mig og að ég væri einhvern veginn öðruvísi heldur en allir hinir, og ég var alltaf einhvern veginn í stöðugum ótta við að eignast ekki vini, tengjast ekki fólki, að fólki myndi finnast eitthvað neikvætt mig og þú veist, og það væri fráhrindandi, þannig að þessi einmanaleiki, þessi nagandi einmanaleikakennd var innan með mér alla daga, allan daginn, og það gerði það að verkum að ég átti mjög erfitt með að tengjast fólki og ég var rosalega mikið ein sem að jók á einmanaleika. Þannig að þetta var svona vítarhingur sem spíralaðist niður á við og ég átti oft rosalega erfitt með þetta, og ég man eftir minningum líka frá því ég var yngri og líka þegar ég var barn, að þá man ég eftir þessari einmanaleika tilfinningu. Og í dag hef ég fengið frelsi frá þessu bara í gegnum mitt ferðalag með Guði, að hafa kynnst Guði og hafa gengið inn í þessa trú og farið að trúa því að hann sé alltaf hjá mér, alltaf með mér. Af því að það er líka hægt að vera endurfæddur og frelsaður og vera búin að taka á móti Guði og vera búin að vera að lesa í Biblíunni, en samt upplifa þennan einmanaleika og hræðslu, og við ætlum að fara betur í það hver er rótin af því og hvað er það sem að veldur því að það getur átt sér stað, jafnvel þótt við höfum tekið á móti Kristi. Og það er þessi nagandi ótti hræðsla sem að svo margir þekkja, hræðsla við að vera einn, hræðsla við að vera yfirgefin, hræðsla við að aðrir fari frá manni, hræðsla við að enda bara uppi aleinn, hræðsla við að eignast enga vini, hræðsla við að enginn vilji mann, og líka bara hræðsla og ótti við að tengjast öðru fólki, af því að þá gæti það gerst að fólk fari frá manni, yfirgefi mann, vilji mann ekki sjá eitthvað hræðilegt hjá manni, og svo framvegis. Og þessi vantrú, þetta sem ég kalla vantrú, það er svona röngtrú eða neikvæð trú eða skortur á trú, það er það sem ég kalla vantrú. Þessi vantrú og þessi hræðsla og ótti skapar neikvæða orku innan með okkur og svona ákveðna örvæntingu sem að setur okkur svolítið skörlægra heldur en annað fólk, af því að við þörfumst eitthvað frá þeim. Við þurfum að fá eitthvað frá öðru fólki. Og þá spyr maður sig, hvernig getur maður verið einmana, jafnvel þótt að maður eigi fjölskyldu, jafnvel þótt að maður eigi vini, jafnvel þótt að maður sé í kirkju, jafnvel þótt að maður sé í námi eða í starfi og vinnu þar sem maður er í kringum fullt af fólki alla daga, allan daginn. Hvað eru margir sem hafa upplifað sig í þessum aðstæðum en samt fundi fyrir þessari einmanaleika kennd, jafnvel í kringum fullt öðru fólki. Og hvaðan kemur eiginlega þessi óþægilega hræðslutilfinning? Þrátt fyrir að allt í kringum mann sé allt í lagi, þrátt fyrir að maður sjá í sínum ytri aðstæðum að maður er alveg öruggur, maður er kannski bara sitjandi heima hjá sér eða fara í þvottahúsið eða eitthvað, en innan með manni er bara einhver nagandi hræðsla, þrátt fyrir að engin aðsteðjandi hætta sé á ferð. Og svarið er einfaldlega það að okkar líðan og okkar tilfinningar, ástand stjórnast ekki af ytri aðstæðum, heldur því sem er að gerast hérna innra með okkur og nánar tiltekið innra með
inn í hjartan okkar. Og þá þurfum við að skoða hvað er trú og hvað er vantrú og í Hebreabréfinu, í 11. kafla, 1. versi, þar er trú skilgreind með eftirfarandi hætti. Trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Þannig að trúin er fullvissa, ég er fullviss eitthvað, ég trúi því, og sannfæring, ég er sannfærð eitthvað, það er að trúa, það er trú. Og trú situr í hjartan okkar og hún er ofboðslega rosalega sterkur kraftur og rosalega sterk orka og út frá því sem við trúum koma hugsanir okkar, koma skoðanir okkar, væntingar okkar, upplifun okkar, tilfinningarnar okkar. Það kemur allt út úr því sem við trúum og er í samræmi við það sem við trúum, hvort sem það er neikvætt eða jákvætt, heilbrigt eða óheilbrigt. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt að skoða þetta. Svo segir í 3. versi, fyrir trú skiljum við að Guð skapaði heimana með orði sínu og að hið sýnilega var til af hennu ósýnilega. Þannig aftur verið að vísa í þessa andlegu veröld eða þennan ósýnilega heim, þennan orkuheim, að allt er orka og allt sem er til í þessum efnislega heimi er búið til úr orku og við erum alltaf að skapa orku og kraft innan með okkur með því sem við trúum, hugsum og segjum. Og þetta er gríðarlega mikið vald sem að Guð hefur gefið okkur sem felst í sem við iðkum með þessu. Og í 11. kafla Hebreabréfsins þar er trú lýst mjög vel og hversu máttu hún er. Og ég ætla ekki að lesa allan kaflan en ég ætla að lesa hérna smá úr honum. Og það segir hérna í 3. versi, fyrir trú leyndu foreldrar Móse honum í 3 mánuði eftir fæðingu hans, af því að þeir sáu að sveinninn var fríður og létu eigi skelfast af skipun konungsins. Og þarna var búið að gefa þá skipun að það ætti bara að drepa öll sveinbörn í landinu. En það ekki? Jú. 2 ára og yngri. Og svo segir hérna í 24. versi, fyrir trú hafnaði Móse því hann var orðinn fulltíða maður að vera talinn dóttursonur faraós og kaus fremur að þola illt með líð Guðs en að njóta skammvins unaðar af syndinni. Svo segir hérna í 27. versi, fyrir trú yfirgaf hann Egyptaland og óttaðist ekki reiði konungsins, en var öruggur eins og hann sæi hinn ósýnilega. Hann var í trú og hann var öruggur og hann sá hinn ósýnilega, hann sá Guð og Guð var með honum. Svo segir hérna, fyrir trú gengu þeir gegnum Rauðahafið sem þurrt land og Egyptar freistuðu þess drukknuðu þeir. Fyrir trú hrundu múrar Jerikóborgar menn höfðu gengið í kringum þá í 7 daga. Og svo segir hérna, fyrir trú unnu þeir sigur á konungsríkjum, iðkuðu réttlæti, öðluðust fyrirheit. Þeir byrgðu ginljóna, slökktu eldspál, komust undan sverðseggjum. Þeir eruðu styrki þótt áður væru þeir veikir, gerðust öflugir í stríði og stökktu fylkingum óvina á flótta. Og svo segir hérna í 35. versi, konur heimtu sína framliðnu úr helju. Og allt þetta bara verið að taka örfá dæmi hvað gerðist fyrir trú þeirra manna sem stóðu í þessu. Og við þurfum að spyrja okkur, höfum við trú? Hverju trúi ég í hjartan mínu? Og Guð segir við Guð rannsakar hjarta okkar og við að rannsaka og skoða okkar eigi hjarta. Og eins og ég sagði áðan, það að trúa ekki bara trú á Guð, heldur að trúa því að við getum gert það sem við ætlum okkur, að trúa því að við séum sigurvegarar í Kristi, að við séum frjáls, að við séum heilbrigð, að Guð sé með okkur, að við séum með Guði, að okkur sé allt megnugt, að trúa því í hjarta okkar að við séum synir eða dætur hins hæsta og að líf okkar sé hólpið og að við séum hólpin. Að trúa því að við séum örugg og að því að við erum með Guði þá geti ekkert skaðað okkur og hinn vondi geti ekki skaðað okkur eins og Jesús sagði. Að trúa því að Guð sé alltaf með okkur, alltaf hjá okkur. Og þegar Davíð sigraði Golíat þrátt fyrir að ytri aðstæður og vantrú allra þeirra sem voru í kringum hann, sögðu honum að þetta væri ómögulegt, hann væri að fara að ganga í dauðan, hann gæti ekki gert þetta, að þetta væri útilokað, þá hafði Davíð þessa trú í hjartanu sínu og það var það sem að Guð sá og þess vegna smurði hann Davíð til þess að sigra risann.
Og að því að Davíð hafði þessa trú og þekkti sinn Guð, að þá sigraði hann risann. Og hann vissi einfaldlega og trúði því að Guð væri með honum og hans Guð, sem okkar Guð, væri miklu, miklu stærri og miklu sterkari heldur en þessi risi sem að hann mætti þarna í þessu einvígi. Og í Biblíunni segir að trúin sé ljós en vantrú sé myrkur. Og þarna einfaldlega, trúi ég, verið að vísa í kraftin sem að trúin skapar, sem ljós, sem þessi fallegi máttur, dýrðamáttur sem kemur frá Guði og síðan þessi neikvæða orka, neikvæða máttur sem að skapast frá vantrú, það kemur myrkur úr vantrú. Og allt orka og við erum að skapa með orkunni okkar dagsdaglega og trúin okkar orka sem að skapar innan með okkur það sem þú trúir. Hversu oft sagði Jesús, verði þér að trú þinni. Verði þér að trú þinni. Og hann sagði að það ekki ytri aðstæður sem að sörga okkur heldur það sem kemur út úr hjartanu. Það sem við trúum, það sem við hugsum, það sem við segjum. Og það tala þetta svo ofboðslega sterkt í Biblíunni því að Guð vill að við gerum okkur grein fyrir þessu að því að hann vill að við vinnum með þetta og við veljum ljósið í hverju orði, í hverju hugsun, í hverju trú. Og það trúa ákvörðun og val. Og það nákvæmlega þetta sem að skapar einmanaleika og hræðslu innan með okkur. Það vantrú eða röngtrú. Og það nánar tiltekið sú vantrú sem að segir okkur að Guð sé ekki með okkur. Að við séum alein. Að Guð hafi yfirgefið okkur. Að Guð hafi farið frá okkur. Að við höfum ekki Guð. Að við eigum ekki Guð. Allt þetta típist dæmi vantrú sem að skapar einmanaleika og hræðslu og það tala þetta mjög sterk versum í Biblíunni. Og það eitt að segja, já ok, en ég meina ég endurfædd eða ég endurfæddur og ég hef lesið í Biblíunni og ég meina ég búin að sjá allt þetta, en það vita hérna uppi ekki það sama og trú í hjartanu. Það tvennt ólíkt. Og þannig að mér langar svona kannski að spyrja, einhverjir hérna inni sem að kannast við þessar hugsanir eða þessa tilfinningu að vera aleinn, að vera yfirgefin, að Guð sé ekki með manni, Guð sé ekki hjá manni, að Guð yfirgefi manni eða gæti yfirgefi manni eða hafi yfirgefi manni. Eða bara upplifir efasemdir eða óvissu gagnvart þessu. Og þegar við trúum þessi hjartan okkar, þá fullkomlega eðlileg afleiðing að vera hræddur og upplifa einmanaleika. Það bara eðlileg, heilbrigð afleiðing af því að vera í þessari tilteknu vantrú. Og það ekki einhver skömm í kringum það, heldur bara Guð að segja, ég ætla að vinna með þér til þess að lækna þetta í hjartanu þínu, svo að þú trúir því sem að ég að segja þér í orði mínu. Og akkurat, og það svo eðlilegt líka að upplifa hræðslu ef við trúum því að Guð sé ekki með okkur, að hann sé ekki hjá okkur, að hann hafi yfirgefið okkur, af því að ef við höfum ekki Guð hjá okkur, þá erum við föst í myrkrinu, þá erum við týnd í myrkrinu, af því að Guð ljósið og ef við höfum ekki Guð, þá erum við í myrkrinu. Það bara þannig, það ljósið og það myrkrið og annarkvort erum við í ljósinu með Guði, ef við erum ekki þar þá erum við föst í myrkrinu. Þannig að eins og ég sagði áðan að Guð gaf okkur val og Guð gaf okkur vald og þetta vald iðkum við með því hverju við trúum, hvað við erum að hugsa og hvað við erum að segja. Þannig að og þetta vald ekki bara takmarkað við það hvernig líður mér. Hvernig líður mér þegar ég trúi því að Guð hafi yfirgefið mig. Ég hrædd eða hræddur, ég einmana, ég óttaslegin, mér finnst ég lítils virði, Guð elskar mig ekki, af hverju yfirgaf mig. Það alls konar tilfinningar og alls konar neikvæðar hugsanir sem koma út frá þessari vantrú, en það sem gerist líka
ef við trúum þessu og við hugsum þetta og við segjum þetta og tölum þetta út, að við sköpum þessar aðstæður inn í okkar eigin líf sem gerir það að verkum að við byrjum að upplifa hluti í lífinu okkar, að fólk fari frá okkur, að fólk yfirgefi okkur, að við séum rosalega mikið ein með sjálfum okkur, að fylgja mér. Af því að við erum líka að skapa okkar aðstæður og okkar líf með því hvernig við erum að hugsa og hverju við trúum og hvað við erum að segja. Þannig að það ekki bara þessi líðan, heldur líka bara okkar raunverulega líf sem að Guð hefur gefið okkur allt sem við þörfnumst til þess að skapa okkur það líf sem við viljum lifa og við viljum eiga og það sem Guð vill að við eigum, og Guð sagði, Jesús vill gefa okkur líf í fyllstu gnægð. Þannig að veldu Jesús og veldu lífið í hverri hugsun og í hverju orði sem hún talar út. Af því að það er gríðarlegur sköpunarkraftur í hverju hugsun og sérstaklega í því sem við tölum út, í hverju orði. Og í 1. Pétursbréfi 5. kafla, 8.–10. versi segir, verið algáð, vakið, óvinur ykkar djöfullinn, gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt. Standi gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkur og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. Við eigum að standa gegn honum stöðug í trúnni. Og það þýðir að við eigum að vera með sterka trú, heilbrigða trú, mikla trú, og þannig stöndum við stöðug gegn honum. Að við trúum því sem Guð tala til okkar, að við trúum orði Guðs, að við göngum fram í þeirri trú og látum ekki hræðsluna, óttann eða myrkri stjórna líf okkar, líðan og heilsu. Þetta er svo gríðarlega mikilvægt. Það eru svo margir þarna úti sem að lifa lífinu sínu eftir því hvernig þeim líður. Og tilfinningar fólks að stjórna lífinu þeirra. Og það þá er ekki Guð að stjórna eða við sjálf að stjórna, heldur einhverja tilfinningar, mjög oft kvíðinn, óttinn, hræðslan, einmanaleikinn farin að stýra og stjórna fólki, og það er ekki það sem Guð segir. Við stýrum okkar tilfinningum, tilfinningar okkar eru orka, þær hafa hvorki visku nokkra burði til þess að vera við stjórn í okkar lífi. Þær bara geta ekki, þetta er svona eins og með eina litla tilfinningu, þetta er svona eins og einhver lítil svona orkukúla, og það er bara ekki, hún getur ekki stjórna, það er bara ekki hægt. Hún fer ekki með okkur á neitt vitulegan eða gáfulegan stað. Þannig að við þurfum að stýra okkar eigin tilfinningum og í því felst líka að læra að þekkja þær. Og það er mjög mikilvægt að við bregðumst við okkar eigin neikvæðu tilfinningum með fyrirgefningu og kærleika og mýkt og mildi, en ekki hörku og ásökunum og niðurrifi. Og það er líka mjög mikilvægt að leyfa okkur að líða eins og okkur líður, en ekki banna það. Við má ekki líða svona, ég má ekki vera reiður, ég má ekki vera svona, að þeim leið að við gerum það, að þá erum við bara að ýta þessum tilfinning til hliðar og þá bara verða þær stjórnlausar. Við þurfum að gefa þeim leiðbeiningu og leiðsögn og aðstoða þær. Okay? Og til þess að geta gert þetta, þá skoðum okkar eigin hugsanir og rannsökum hjarta okkar með Guði, og við komumst á þann stað að það er allt í lagi þótt að við líði illa. Það má gerast, það er allt í lagi, þetta eru bara tilfinningar, það er ekki hræðilegt í gangi þótt að við séum að upplifa neikvæðar tilfinningar. Og rótin af því er bara, hvað var ég að hugsa? Og við getum bara staldrað við og sagt, hvað er ég búin að vera, ok, núna líður mér svona, vá, ég er bara komið hnút í magan og þyngsli í bringu og þú veist, og ég finn bara hérna hræðslu eða kvíða eða einmanaleika, og þá stöldum mig hvað er ég búin að vera að hugsa. Og þegar við förum að taka eftir hugsunum okkar, þá sjáum við að hugsanirnar sem voru í gangi er í beinu samræmi við þær tilfinningar sem voru innan með okkur. Og þetta er bara hluti af þessu að tengja sig inn á við og spyrja Guð, af hverju líður mér svona? Af hverju er ég með þessar hugsanir? Hverju trúi ég í hjartanu sem er að skapa þessar tilfinningar og þessar hugsanir innan með okkur? Sumt fólk er orðið þannig að það er að flýja undan sínum eigin neikvæðu tilfinningum, af því að það vantreystir þeim,
það óttast þær, það verður skelfingu lostið ef það koma upp einhverja neikvæða tilfinningar og þetta bara, við getum ekki flúið undan okkar eigin tilfinningum. Sumt fólk að flýja undan sínum eigin hugsunum af því að það bara á svo óheilbrigt samband við sínar eigin hugsanir og þetta ekki það sem að Guð vill fyrir okkur. Við viljum komast á þann stað, við getum sest og bara vá, þetta voru rosa skrýtnar hugsanir, bara ég ætla að fyrirgefa þeim, ég ætla að afhenda þær til Jesú núna, til Guðs. Guð, vill taka þessar hugsanir frá mér, viltu gefa mér hugsanir frá þér. Þannig að við getum tekist á við okkar eigin hugsanir, okkar eigin tilfinningar af yfirvegun og stillingu og á heilbrigðan hátt. Og stundum ég komin á þann stað í dag, að stundum finn ég finn að tilfinningar mínar eru særðar, þú veist, og ég finn fyrir því í tilfinningunum mínum, en það næri ekkert lengra, þú veist, og ég get bara fyrirgefið, afhenda það til Guðs, en auðvitað nægi ekkert alltaf verða stundum bara hvæsi ég eða verð pirruð eða þú veist, þarf bara að fara afsíðis til að vera ekki að fá okkur neikvæða útrás fyrir þessar tilfinningar, en þetta bara í vinnslu, þú veist. Og við erum ekki að rífa okkur niður að dæma okkur fyrir að þegar við gerum mistök, Jesús búinn að fyrirgefa þig nú þegar. Ok, við bara þjálfum þetta og æfum þetta og við verðum betri og betri í þessu. Það að fyrirgefa, afhenda til Guðs, velja nýja hugsun og þá kemur ný tilfinning. Ok. Og ég tek stundum þetta dæmi manneskjuna með flughræðsluna. Ég var náttúrulega, hef verið að vinna í mörg ár við að hjálpa fólki að fá frelsi frá kvíða og öðrum neikvæðum einkennum og ég hef svo oft unnið með flughræðslu og þetta fólk kemur til mín og það er búið að lesa og það bara, ég veit að þetta öruggast í ferðamátin, ég veit að það bara, þú veist, nánast 0% líkur á að eitthvað gerist og ég er búin að fara yfir þetta allt og ég er búin að lesa þetta allt og ég er búin að fara á námskeið hjá Iceland Air en bara leið og ég kem inn í fríhöfnina, leið og ég stíg inn í fluguna og það bara kemur kvíðin og óttin og hræðslan og ég er bara sannfærð að ég sé að fara að deyja. Af því að sko, eins og ég sagði það er eitt að vita en ef þú trúir í hjartaneginu að þú sért að fara að deyja og þú fer í flug, þá svo trú það sem að ræður. Þá sú trú sem að mun triggerast og koma með þessar hugsanir og þessar tilfinningar og þessar líðan. Að fylgja mér. Af því að þetta svo ofboðslega sterkt. Það sem við trúum sterkasta orkan okkar fyrir utan náttúrulega heilagan anda sem lifir innra með okkur sem höfum endurfæðst. Þannig að við spyrjum Guð, af hverju líður mér svona? Af hverju ég einmana hræddur? Jafnvel þótt ég viti að orð þið segja þú ert alltaf hjá mér. Og það standa stöður í trúnni felst í þessu að við hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist og að við finnum fyrir að við sitjum bara, ég alltaf ein og það enginn hjá mér og mér líður svo illa og ég svo hrædd og allt ömurlegt og allt tilgangslaust og mér langar ekki að lifa lengur. Þú veist, ef við byrjum að taka eftir þessum hugsunum, þá verðum við að grípa inn í og stoppa þetta. Við gaf okkur vald yfir okkar eigin hugsunum, ekki leyfa þér að sogast inn í þetta myrkur í þínum eigin hugsunum. Að því leið og byrjar að hugsa svona, þá byrjar að framleiða tilfinningar innra með sem einmanaleiki, hræðsla, depurð, þunglyndi, sorg og svo framvegis. Þannig að þegar þú tekur eftir þessu, bara ít á stopptakkan, bara stoppa þessar hugsanir, fyrirgefa, afhenda þetta til Guðs og velja nýjar hugsanir. Og það þessar hugsanir sem ég kalla krafthugsanir sem að Biblían kennir og við ætlum að skrifa niður nokkrar krafthugsanir á eftir sem að vinna sérstaklega á einmanaleika og hræðslu og uppræta það út úr hjartan okkar. Og þegar við hertökum hverja hugsun til hlýðni við Krist og við hugsum ljós og við tölum ljós, þá það alltaf sterkara en myrkrið. Af því að ljósið búið að sigra myrkrið. Jesús sigraði allt myrkur þegar hann dó á krossinum. Hann gaf okkur hennar sigur og leið og þú byrjar að tala út ljósið, þá hverfur myrkrið. Að fylgja mér. Og sama á við tilfinningarnar okkar og hugsanir okkar. Ok.
Og við tölum þetta út aftur og aftur og aftur og það sem við trúum er bara það sem við erum búin að hugsa aftur og aftur og aftur og aftur. Við erum búin að hugsa það svo oft að við erum farin að trúa því og það er orðið að trú í hjartan okkar en síðan í hugleiðslubænina á eftir þá ætlum við að fara beint inn í hjarta og leyfa Guði að lækna þessa vantrú og setja nýja trú í hjarta okkar og þá gerist þetta svona. Guð læknar þetta svona. En við vinnum líka í trú með okkar eigin hugafar. Og krafthugsanirnar eru lang máttugastar þegar við tökum beinar hugsanir úr orði Guðs. Og við ætlum að fara núna yfir orð Guðs og hvað Guðs segir þetta, einmanaleikann og hræðsluna. Og við ætlum að búa, og ég er búin að búa til nokkrar krafthugsanir út frá því og ég myndi mæla með að vera með blá penna til að geta skrifað þetta niður. Af því þetta eru rosalega kröftuga krafthugsanir og velja að hugsa þessar hugsanir vísvitandi og af ásetningi eins og oft og þið viljið helst daglega og sérstaklega þegar þið taki eftir því að þið eru að upplifa einmanaleika eða hræðslu eða þið eru að fá hugsanir sem eru að skapa þessar tilfinningar innan með okkur. Og áður en fyrir mig þessar krafthugsanir þá segir hérna í Jóhannes Guðspjalli 14. kafla 27. versi Frið læt ég ykkur eftir, minn frið gef ég ykkur. Ekki gef ég ykkur frið eins og heimurinn gefur, hjarta yðar skelfist ekki né hræðist. Og það er þessi setning, hjarta ykkar skelfist ekki né hræðist. Þegar maður les ensku þýðinguna, sem er aðeins öðruvísi, hún segir let not your hearts be troubled, neither let them be afraid. Og hann er að segja, ekki leyfa hjartan ykkar að skelfast, ekki leyfa hjartan ykkar að hræðast. Það er eitthvað vantrú hérna og hjarta bara, það kemur eitthvað hræðilegt að fara að gerast, eða Guður og það er alltaf að fara að yfirgefa mig, ég enda uppi aleinn. Og kemur svona hræðsla og við finnum fyrir þessu, ekki sogast inn í þetta og leyfa þessu að taka yfir. Ok, ég finn fyrir þessu, þetta er kannski mjög óþægilegt, þú veist, kemur bara hraður hjartsláttur og maður byrjar kannski bara að svitna og koma alls konar neikvæðar hugsanir út frá hræðslunni, út frá kvíðanum sem að segja eitthvað mjög slæmt. Þetta er ekki Guð að tala. Guð er sannleikur, þetta er bara myrkur, hið illa, djöfullinn er faðir lyginnar, þetta er ekki sannleikur, þetta er ekki satt, þetta er ekki rétt. Þannig að við æfum okkur í að bara ok, ég finn fyrir þessu, ég skynni þetta er rosalega óþægilegt, vá. Ég fyrirgef þessu, ég ætla að taka þetta og ég ætla að afhenda þetta til Guðs inn í ljósið. Guð, takk þetta frá mér. Þú ert með mér. Þú ert hjá mér. Og þá byrjum við að tala út krafthugsanirnar og leið að þið gerir þetta, þá finnið þið, kemur léttir, kemur ný tilfinning sem er friður, sem er lækning, sem er frelsi, sem er veljan, sem er kærleikur, allt þetta fallega góða sem kemur frá Guði. Og því ofta sem við gerum þetta, því auðveldara verður þetta og því minna og í hvert skipti sem þið byrja að finna fyrir þessum neikvæðu tilfinningum, það verður vægar og endanum er þetta horfið. Af því að það er ekki lengur nein vantrú í hjartanu sem er að skapa þessa vanlíðan innan með okkur, skiljið hvað við. Þannig að við ætlum ekki að leyfa hjarta okkar að hræðast eða skelfast. Við stjórnum þessu. Guð er að segja, þú hefur valdið yfir þessu og þú getur stýrt þessu, en við verðum að trúa því. Ef við trúum því að hræðslan stýri, að hið illa stjórn okkur, eða hafi vald yfir okkur, þá erum við bara að taka þetta vald sem Guð gaf okkur og afhenda henni myrkri og segja, gjör svo vel kví, gjör svo vel hræðsla, þú mátt stjórna mér. Og það er ekki það sem við viljum gera. Og auðvitað er þetta ekki svona augljóst, þetta er oft ómeðvitað, skiljið hvað við, sem að við höfum gefið upp þetta vald á okkur óæskilegan stað. Þannig að í Jesaja 41:10 segir, óttast þú eigi því að ég er með þér. Hann segir ekki óttast því að ég er með þér.
Lát eigi hugfallast því að ég þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Og hér krafthugsunin og trúin. Við setjum þessa trúin í hjartað í hugleiðslubænum eftir, en þegar við skrifa niður þessa krafthugsun eða vilji, Guð með mér. Guð með mér. Guð með mér. Eða Jesús með mér. Og krafthugsanir eru alltaf staðreind í nútíð eins og þessi þegar orðið. Guð með mér, þið megi líka skrifa ef að það hentar ykkur betur eða höfða betur til ykkar, Jesús með mér. Í 5. Mósebók, 31. kafla, 8. versi segir: og Drottinn mun sjálfur fara fyrir þér. Það þýðir að hann fer á undan það ekki? Hann fyrir framan þig. Hann mun vera með þér, hann mun eigi sleppa af þér hendinni né yfirgefa þig. Óttast þú eigi og lát eigi hugfallast. Og hér krafthugsunin, Guð fyrir framan mig eða Guð fer fyrir mér. Guð fer á undan mér. Amen. Guð fer á undan mér. Guð mun aldrei yfirgefa mig né sleppa mér. Guð sannleikur. Það eitt sem Guð getur ekki gert og það að segja ósatt. Af því að hann sannleikur. Það engin lygi í honum. Það ekkert myrkur í honum. Guð fer á undan mér. Guð mun aldrei yfirgefa mig né sleppa mér hendinni. Í Jósúabók, 1. kafla, 9. versi segir hérna: lát eigi hugfallast og óttast eigi því að Drottinn Guð þinn með þér í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Hann með þér í öllu sem þú tekur fyrir hendur. Og krafthugsunin hérna og trúin Drottinn Guð minn með mér í öllu sem ég tek mig fyrir hendur. Þú bara nývaknaður eða vöknuð og ert að greiða þér og Guð þarna með þér. Horfir á þig. Bara Þú bara ferð og færðir að borða. Guð með þér. Þú ert heima hjá þér að horfa á sjónvarpi. Guð með þér. Þú ert í vinnunni. Guð með þér. Allstaðar. Alltaf. Að eilífu. Og það ekki tilviljun að í öllum þessum versum, það sem Guð að segjast vera með okkur, vera hjá okkur, að þá samhliða því segir hann ekki óttast, ekki skelfast, ekki hræðast. Af því að hann veit að rótin að hræðslunni og óttanum að trúa því að Guð sé ekki með mér. Af því að skiljanlega, ef ég hef ekki Guð, þá ég bara, ef Guð ekki með mér, ef Guð ekki hjá mér, þá ég bara föst í myrkrinu og þá eðlilegt að vera hræddur og óttaslegin. En það sem að skilur trúi ég þessu eða ekki. Bæði í Gamla og í Nýja testamentinu eitt af mörgum nöfnum Guðs Immanuel eða Emmanuel og þetta orð hebreska og þýðir Guð með oss eða á ensku God with us og þetta bara það sem Guð Guð sem með okkur. Það ekki bara eitthvað sem hann gerir, þetta líka bara eitthvað sem hann Og þarna vísa ég í Matteus 1. kafla 23. vers, þar sem segir: sjá, mærin mun þunguð verða og son ala nafn hans mun vera Immanuel, það þýðir Guð með oss. Og hér trúin eða krafthugsun, Guð með mér. Og síðan í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla segir í 3. versi og 14. versi og 14. kafla: þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek yfir til mín svo að þér séu einnig það sem ég Guð búinn að búa okkur stað.
þar sem hann ætlar að taka okkur og fara með okkur á þegar við erum búin að vera hérna á í þessari jarðvist og hann er undirbúið og það er eitthvað miklu stórkostlegra og fallegra heldur en okkar mannshugur getur nokkuð tíma ímynda sér. Það er svo miklu stórkostlegra og betra heldur en nokkuð annað sem til í þessari veröld. Það er eitthvað stórkostlegt og guðlegt og yfirnáttúrulegt. Og trúin hér, Guð er þar sem ég er. Guð er þar sem ég er. Og í Mattheusar Guðspjalli 28. kapla 20. versi segir Jesús: sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Og hér er trúin, krafthugsunin, Guð eða Jesús er með mér alla daga að eilífu. Alla daga, alltaf að eilífu. Og við ætlum að fara bráðum að vinda okkur í hugleiðslu bænana. Ég ætla að taka hérna örfá vers til viðbútar og ég skal síðan pósta þessum versum inn í bænahópinn. Í Sálmi 145, versi 18 segir: Drottinn er nálægur öllum sem ákallan í einlægni. Og hér er krafthugsunin eða trúin: Drottinn er nálægur mér og ég get tala við hann. Við getum tala við hann hvar sem við erum. Og ef við erum heima og við upplifum einmanaleika hræðslu, pröfaðu bara að tala við hann og talaðu þessa líðan. Segðu bara við hann, að mér líður svona, þú veist, og ég er að fá þessar hugsanir og bara, en ég veit það og ég vil trúa því og ég vil að trúa því, þú ert hjá mér núna og ég ætla að afhenda þetta til þín. Takk þetta frá mér. Guð hlustar á mig og heyrir í mér. Þetta er önnur krafthugsun. Guð hlustar á mig, hann hlustar á þig og hann heyrir í þér og hann heyrir allt sem hann segir og hann þekkir allar þínar hugsanir og allar þínar tilfinningar. Í Hebreabréfinu 13. kapla 5. versi, þar var ég búin að taka krafthugsun: Guð mun aldrei yfirgefa mig, ég er öruggur. Og í Rómverjabréfinu 8. kapla 38. versi segir að það er ekkert í þessari veröld sem getur gert okkur viðskila við kærleika Krists. Það er ekkert sem getur tekið frá okkur Jesú Krist og hans kærleika. Ekki neitt. Og trúin þar: ég er eitt með Guði og ég lifi í kærleika Guðs að eilífu. Svo er Sálmur 23 mjög flottur. Jeremía 29. vers 11. kapli. Það segir Guð: því ég þekki sjálfur þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir Drottinn. Fyrirætlanir til heill en ekki til óhamingju, að veita yður vonaríka framtíð. Og hann segir hérna: þegar þið ákallið mig og komið og biðjið til mín, mun ég bænheyra yður. Guð er með plan og áætlun fyrir þitt líf og hann hefur gefið tilgang og hann bænheyrir okkur. Og það er þessi krafthugsun: Guð er með áætlun, plan fyrir mitt líf, Guð bænheyrir mig. Og það er þannig að allar sálir eru jafn dýrmætar og jafn mikilvægar og jafn verðmætar í augum Guðs. Amen. Og það á við þig eins og alla aðra. Og Guð elskar alla sálir, alla manneskjur jafn mikið og það fer ekki eftir því hvað þú hefur afrekað eða hversu frábær manneskja þú hefur verið eða ekki verið. Það er bara því að þú ert barn Guðs og hann elskar þig. Og það er ekkert sem þú getur gert til þess að láta hann elska þig meira heldur en hann elskar þig núna. Að þetta fer ekki eftir verkum okkur. Það er svo mikilvægt að við trúum þessu í hjartan okkar og við trúum því raunverulega að Guð sé með plan og áætlun fyrir okkar líf. Þannig að við þurfum ekki að sitja heima og rembast þess að rjúpan við staurinn að reyna að finna út hvað ég að gera og ég gera þetta og ég gera hitt. Við bara förum til Guðs og við biðjum hann að sýna okkur og leiða okkur áfram. Og líka bara þessi léttir, þetta er ekki undir mér komið, heldur undir Guð komið. Hann ber ábyrgð á okkur, við erum börnin hans. Í 1. Pétursbréfi 5. kapla 7. versi segir: varpið allri áhyggju ykkar á hann, því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Og hér er bænin eða krafthugsunin:
Í Jesú nafni varpa ég allri áhyggju, allri hræðslu og öllum ótta á því Drottin og ég trúi því að þú berir umhyggju fyrir mér. Amen. Þannig að hér eru svona nokkra krafthugsanir sem við erum búin að taka beint úr orði Guðs sem eru svo öflugar og kröftugar í að vinna á einmanaleika og hræðslu og ótta og í hvert skipti sem þið finnir fyrir þessum tilfinningum, það eina sem þið þurfa að gera er að fyrirgefa, afhenda til Guðs, tala út þessa krafthugsanir og gott að hafa þetta á miða í vasanum, bara tala þetta út og tala þetta krafti og líðan ykkar og ástand mun snar breytast alveg leið. Það gerist svona. Og því ofta sem ég gerir það, því sterkara verður þessi trú og þessi líðan sem að fylgir þeirri trú að vita það, að trúa því í hjartanu að Guð sé alltaf hjá okkur. Það er svo mikið léttir, svo mikið friður, svo mikið gleði og kærleikur að lifa í þessari trú sem að Guð er að gefa okkur í orðinu sínu. Við ætlum að fara inn í hugleiðslubæn þar sem við ætlum bara að taka stund með Guði og opna hjarta okkar og fyrirgefa allri vantrú og afhenda hana til Guðs og svo tökum við ákvörðun að trúa því sem að ég var búin að taka núna úr orði Guðs sem að gera það verkum að það kemur ný trú inn í hjarta okkar og við fáum frelsi frá hræðslu og einmanaleika og að við trúum því af öll okkar hjarta að Guð sé alltaf með okkur, að Guð fari fyrir okkur, að Guð beri umhyggju fyrir okkur og svo framvegis. Og við ætlum að taka bara svona 10 mínútur í þessa stund og svona alveg í lokin á stundinni ætlum við að taka örfár mínútur þar sem við ætlum að eiga persónulega stund með Guð, þar sem við ætlum að bara að útiloka allt áreiti og bara þetta er bara ég og þú Guð núna. Og það er svo mikilvægt að við gefum Guði okkar athygli, okkar tíma og okkar sinnu líka. Hann finni að við erum að leita eftir, við erum að knýja á hann, leitast eftir þessu persónulega samfélagi, leitast eftir að eiga gæða stundi bara með honum. Það sem er ekkert annað í okkar ytra áreiti að trufla og við erum ekki að hugsa neitt annað, bara að hugsa hann og ekkert annað. Ok, amen. Amen. Þegar þú ert tilbúin þá máttu bara koma þér þægilega fyrir. Þú drífur djúpt inn andan og þegar þú blæst frá þá finnurðu að þú ert þegar búin að loka augunum, að friður Guðs er yfir, að þú getur slakað á. Og ég legg þessa stund í þínar hendur Drottinn, það ert þú sem að leiðir þetta, verði þinn vilji hér í kvöld og ég þakka þér fyrir að eitthvað stórkostlegt og eitthvað magnað er að fara að gerast hér í hjörtum okkar allra í kvöld. Og ég ætla að biðja að tengja þig inn á við, tengja þig við hjartað þitt. Og bara svona aðeins að æfa þig í að sjá fyrir þér hjartað þitt. Ég ætla að biðja að segja innan með þér litla bæn. Ég sé þig hjarta. Fyrirgefðu. Ég fyrirgef þér. Ég elska þig eins og þú ert. Kæri Jesús, ég trúi því að þú sért Guð. Ég trúi því að þú lifir í dag. Takk Jesús fyrir að endurfæða anda minn. Í Jesú nafni þá vel ég þig. Og ég vel að lifa í þínu ljósi og í þínum kærleika og í þínu öryggi alla eilífð.
Í Jesú nafni þá opna ég hjarta mitt fyrir þér, Jesús. Og ég þakka þér fyrir að þú fyllir hjarta mitt af lækningu, að þú fyllir hjarta mitt af friði, að þú fyllir hjarta mitt af kærleika og þú fyllir hjarta mitt af trú. Og þú finnur fyrir léttið inn í hjartanu þínu og það léttir í sálinni þinni. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að þú, Jesús, hafi fyrirgefið öllum syndum. Að þú hafi fyrirgefið fortíð minni nú þegar. Og ég þakka þér fyrir það. Og ég bara tek á móti því verki sem að þú vannst þegar þú dóst á krossinum. Og ég bara þakka þér fyrir að þú setur þetta inn í hjarta mitt núna. Og ég tek á móti þessu í trú. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn, að þú setur orð þitt inn í hjarta mitt, inn í sálina mína, inn í huga minn og inn í tilfinningarnar mínar og inn í líkamann minn. Að því að orð þitt læknar og orð þitt leysir. Og ég bið þig, Drottinn, að fylla tungu mína af orði þínu. Og nú ætlum við að fara með nokkrar bænir þar sem við ætlum að taka ákvörðun frá hjartanu að trúa því sem að orð Guðs segir. Ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að þú, Jesús, vilt mig. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því, Jesús, að þú sjálfur ferð fyrir mér, að þú ferð á undan mér, að þú munt aldrei yfirgefa mig, né sleppa mér hendinni. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því, Drottinn, að þú ert með mér, að þú ert hjá mér. Alla daga að eilífu. Ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því, Jesús, að þú ert nálægur, að ég geti talað við þig, þú hlustar á mig og þú heyrir í mér.
Og ég tek ákvörðun frá hjartanu að trúa því að ég er algjörlega öruggur, verndaður og hólpinn. Af því að Guð er stærri og sterkari og máttugri og voldugri heldur en nokkuð annað sem til er í þessari veröld. Guð, þú ert með mér. Þú stendur með mér og þú ert með mér í liði. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því að ég er eitt með þér, Guð. Og að ég lifi í þínum kærleika, í þinni ævarandi elsku. Alltaf og alla eilífð. Ég trúi því í hjarta mínu, Drottinn, að ekkert getur nokkuð tíma skilið okkur að. Þetta er blóðsáttmáli, Drottinn. Í Jesú nafni tek ég við honum inn í hjarta mitt. Og ég þakka þér. Og ég tek ákvörðun frá hjartanum að trúa því, Drottinn, að þú ert með plan, þú hefur áætlun og tilgang fyrir mig og mitt líf. Og ég bara tek við þessu inn í hjarta mitt núna í trú. Ég vel að stíga inn í þína áætlun fyrir mitt líf. Og ég trúi því í mínu hjarta að ég er dýrmætur, að ég skipti miklu máli og að þú elskir mig nákvæmlega eins og ég er núna. Í Jesú nafni varpa ég allri áhyggju, allri hræðslu og öllum ótta á þig núna, Drottinn Jesús, takk þetta.
Og ég trúi því í hjartanu að þú berir umhyggju fyrir mér. Og þú finnur að Guð er búinn að lækna hjarta þitt og hann er að gefa þér nýja trú, nýjan kraft, nýtt hugrekki. Og hann er að móta þig. Hann ber umhyggju fyrir og ég ætla að bjóða þér núna að taka bara örstutta stund. Bara þú einn með Guði. Og bara vera hjá honum, vera með honum og segja bara Guð, ég er hér. Amen. Þá máttu bara draga djúpt inn andann og opna augun hægt og rólega.